Í kvöld í þættinum fjöllum við mál byggt á upplýsingum hlutabréfaeign dómara. Þótt að séu ekki opinberar, eins og í tilfelli þingmanna og ráðherra, þá ber dómurum að tilkynna nefndum dómarastörf hana og séu bréfin meira en 3 milljóna króna virði þarf að fá sérstaka heimild hjá nefndinni. Í ljós hefur komið að Markús Sigurbjörnsson, forseti Hæstaréttar, átti hlutabréf fyrir 10 milljóna króna í Glitni og í sjóðum bankans fyrir hrun. Markús taldi sér ekki skylt að tilkynna eign sína í sjóðunum og hefur dæmt í fjölda mála sem tengjast bankanum. Hann telur sig ekki hafa verið vanhæfan í þeim og hann hafi tilkynnt allt það sem honum hafi verið skylt samkvæmt lögum. Helgi Seljan, Aðalsteinn Kjartansson og Benedikt Ketilsson taka við. Sjálfstæði dómstóla og dómara við þá ein af meginforsendum þess að traust ríki meðal almennings ákvarðanir þeirra. Af þessum sökum talið nauðsynlegt að tryggja sérstaklega starfsöryggi og laun þessara stétta. Fyrir vikið til dæmis dómarar við Hæstarétt æviráðnir og laun þeirra með því hæsta sem gerist hjá hinu opinbera. Í rökstuðningi kjararáðs sem ákveður meðal annars laun dómara var þetta rakið svona nýlega. Störf dómara eiga sér ekki hliðstæðu á almennum vinnumarkaði og jafnframt sagt að vegna þessa sé nauðsynlegt að tryggja fjárhagslegt sjálfstæði dómara og þannig leitast við að efla trúverðugleika dómstóla. Því verður að tryggja að kjör dómara verði ávallt meðal hinna bestu sem ríkisvaldið getur veitt. Hér verður að nefna að möguleikar dómara til þess að sinna launuðum aukastörfum eru takmarkaðir. Samkvæmt lögum dómurum óheimilt að taka að sér starf eða eiga hluti í félagi eða atvinnufyrirtæki ef slíkt fær ekki samrýmst stöðu hans eða leiðir af sér hættu á að hann geti ekki sinnt embættistarfi sínu sem skyldi. En það almenna reglan. Á henni eru hins vegar gerðar undantekningar og þá með skilyrðum sem fylgt eftir af sérstakri nefnd dómarastörf. Í þeirri nefnd eiga sæti 3 fulltrúar. 1 skipaður af ráðherra, 1 af dómarafélaginu og 1 fulltrúi lagadeildar Háskóla Íslands. Nefnd dómarastörf, hún fyrst sett á fót með lögum nr. 15/1998 dómstóla og henn ætlað það hlutverk að taka á móti kvörtunum þeirra sem að telja dómar hafi gert að hlut sinn í starfi og að halda utanum upplýsingar aukastörf dómara og eignarhlut þeirra í félögum og atvinnufyrirtækjum. Tilgangurinn að skapa aukið traust til dómstóla og gera þetta sýnilegra. Undantekningar frá banni dómara við aukastörfum og eign í félögum og atvinnufyrirtækjum að finna í lögunum. Fyrir þeim eru ströng skilyrði og skylda til þess að upplýsa þau. Ef eignarhluturinn alltaf 3 milljón króna virði eða yfir 5% af hluti í félagi þarf einungis að tilkynna hann til nefndarinnar. Sé hins vegar fjárfestingin umfram 3 milljónir króna dugar ekki tilkynningin ein. Heldur þarf dómari að fá heimild nefndarinnar til að taka þátt í svo stórri fjárfestingu. Hafni nefndin beiðninni verður dómari að hlíta því og hafi hann þegar eignast hlutinn ber honum að selja hann innan árs frá því nefndin hafnaði beiðni hans. Hefur nefndin einhvern tímann lagst gegn því að dómari eigi í félagi eða fyrirtæki? Ekki síðan ég tók við og mér ekki kunnugt að það hafi verið gert nokkurn tímann. Ólíkt til dæmis alþingismönnum og ráðherrum þurfa dómarar ekki að gefa þessi hagsmunatengsl sín upp opinberlega. Þau eru því einungis skráð í bækur þessara 3 manna nefndar. Samkvæmt reglunum geta þó þeir sem eiga aðild að dómsmáli óskað eftir upplýsingum það sem kallað tiltekið aukastarf eða eignarhlut dómara í félagi ef það getur að mati nefndarinnar skipt máli fyrir ágreiningsefni sem til úrlausnar eða hefur verið dæmt eins og segir í reglunum. Svo það geti gerst þarf viðkomandi hins vegar að vita eða hafa grunum að dómarar séu tengdir fyrirtæki eða einstaklingum. Það þarf alltaf að taka það fram hversu mikilvægt að dómarar, hvort sem við héraðsdóm eða Hæstarétt, séu hlutlausir gagnvart þeim sem til þeirra leita, að persónulegir hagsmunir dómaranna hafi ekki áhrif á störf þeirra. Þetta gilda auðvitað lög og ákvæði í stjórnarskráum að einstaklingar eigi rétt á réttlátri úrlausn fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstól. En enga síður hæfi manna matskennt og þá reynir á túlkanir. Venjur og ekki síður fordæmi sem sett hafa verið til dæmis með dómum Hæstaréttar og Mannréttindadómstóls Evrópu þrengja talsvert möguleika til túlkunar. Þar kemur fram að vanhæfi eigi menn að túlka vítt, víkja frekar en ekki sem minnsti grunur hagsmunaárekstur.
Í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu frá árinu 2003 var Guðrún Erlendsdóttir, þáverandi hæstaréttardómari, talin hafi verið vanhæf til að dæma í máli einstaklings sem stefnt hafði Landsbanka Íslands. Ástæðan var sú að eiginmaður Guðrúnar hafði ári áður en Guðrún dæmdi í málinu við Hæstarétt samið skuldir við Landsbankann vegna ábyrgða sem á hann féllu. Í dómi Mannréttindadómstólsins sagði að samningar eiginmanns Guðrúnar við Landsbankann svo stuttu áður en hún dæmdi í máli bankans hafi gefið kæranda tilefni til að efast óhlutdrægni Hæstaréttar gagnvart honum. Íslenska ríkið var því dæmt brotlegt í umrætt sinn og til greiðslu bóta. Sú staðreynd að upplýsingar fjárhagslega hagsmuni dómara við íslenska dómstóla séu ekki opinberar upplýsingar eins og í tilfelli þingmanna og ráðherra hefur sætt gagnrýni. Stefán Már Stefánsson, prófessor emeritus, gerði það í viðtali við Fréttablaðið nýverið. Mín skoðun er nú sú að þetta verði nú helst alltaf verið upp á borðinu. Það traustið og trúverðuleiki sem alfa og omega í þessu, sagði Stefán Már, og Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrrverandi hæstaréttardómari, tók í sama streng og sagði: þegar menn eru búnir að taka við starfi sem dómarar og fara með þýðingamikið vald til þess að taka ákvarðanir í málefnum fólksins í landinu, þá verða þeir að sæta því að það birtist opinberlega upplýsingar hugsanlegar hagsmunatengingar þeirra. Mér finnst þetta svo augljóst að það þurfi nú alla að tala þetta, sagði Jón Steinar í samtali við Fréttablaðið nú í haust. Hjördís Hákonardóttir, fyrrverandi hæstaréttardómari, forverandi formaður nefndar aukastörf dómara. Í samtali við Kastljós sagði Hjördís nefndina ekki telja sér heimilt samkvæmt núgildandi reglum að upplýsa tilkynningar einstakra dómara undir nafni. Samkvæmt svari nefndarinnar hefur það þó gerst alls 8 sinnum frá árinu 2000 að dómarar hafi tilkynnt nefndinni hlutabréfaeign að verðmæti undir 3 milljónum króna. 4 hæstaréttardómarar og 4 héraðsdómarar hafa gert það. Árið 2000, 1 hæstaréttardómari sem nú hefur látið af störfum, árið 2001, 1 héraðsdómari sem tilkynnti árið 2012 að hann ætti ekki lengur tilkynnt hlutabréf. Árið 2003 tilkynnti 1 hæstaréttardómari en hann hefur nú látið af störfum. Árið 2004, 1 hæstaréttardómari, árið 2004, 1 héraðsdómari. Árið 2010, 1 héraðsdómari sem tilkynnti einkahlutafélag. Árið 2013, 1 héraðsdómari sem tilkynnti einkahlutafélag. Dómarinn hefur nú látið af störfum. Árið 2014 tilkynnti 1 hæstaréttardómari einkahlutafélag en tilkynnti aftur árið 2015 að hann ætti ekki lengur í tilkynntum félögum. Árið 2016 tilkynnti svo 1 hæstaréttardómari sameignarfélag. Í svari nefndarinnar segir að á árinu 2002 hafi 1 hæstaréttardómari tilkynnt hlutabréf að nafnvirði 5,6 milljóna króna en að markaðsvirði bréfana hafi þá verið 30 milljónir króna. Þau bréf hafði viðkomandi fengið í arf en tilkynnt rúmu ári síðar hann hefði selt þau öll. Samkvæmt svarinu hefur því engin íslenskur dómari átt hlutabréf eða eignarhlut í fyrirtæki fyrir meira en 3 milljónir króna frá árinu 2003. Engin slík beiðni hefur komið til nefndarinnar og hún hefur því aldrei lagst gegn hlutabréfaeign dómara eða gert athugasemdir við störf dómara á forsendum hlutabréfaeignar þeirra. Ef það er þannig að einhver leitar til nefndarinnar og telur að á sér hafi verið brotið, hvaða heimildir hefur þá nefndin? Hvað getur hún gert? Hlutverk nefndarinnar varðandi kvartanir er náttúrulega takmarkað, sko. Það tekur til dæmis ekki til ákvarðana sem dómari tekur í dómsmáli og það er oft misskilningur þeirra sem að kvarta til nefndarinnar. En ef einhver veruleg brot er að ræða þá hefur nefndin áminningarvald og síðan er eftir atvikum hægt að víkja dómara úr starfi. Veistu til þess að nefndin hafi áminnt dómara vegna þessara mála, sem sagt varðandi eignir hans í félögum eða fyrirtækjum? Nei, ég veit ekki til þess. Ég er nokkuð viss að það hefur ekki minni tíð og ekki samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef. Því mætti ætla að lítil ástæða væri fyrir þá sem hefur jafnvel allt sitt undir ákvörðunum dómstóla að óska sérstaklega eftir mati á hæfi einstakra dómara, til dæmis í Hæstarétti, enda tilkynningar dómaranna umsvif í raun fáar og gef ekki tilefni til mikillar hættu á hagsmunaárekstrum. En er það alveg svo? Kastljós hefur nú nokkurt skeið farið yfir gögn úr hluthafaskrám einsina föllnu íslensku banka og upplýsinga verðbréfaviðskipti sem fóru fram í gegnum sama banka. Þær upplýsingar benda ótvírætt til þess að þátttaka dómara í viðskiptalífinu á árunum fyrir hrun hafi verið mun umfangsmeiri en kemur fram í svari nefndar dómarastörf.
Tuga milljóna króna hlutabréfaeign einstakra hæstaréttardómara og viðskipti annarra fyrir milljónir með hlutabréf í skráðum félögum komu þannig ekki í veg fyrir að sömu dómarar dæmdu í málum fyrirtækja sem áttu hluti í eða tóku þátt í að dæma starfsmenn sömu banka til þungra refsinga eftir að bankarnir féllu. Að minnstakosti 6 núverandi og fyrrverandi hæstaréttardómarar voru hluthafa í íslenskum bönkum eða skráðum fyrirtækjum á árunum fyrir hrun, sem þvert á upplýsingar skráningar dómara við réttin á fjárhagslegum hagsmunum sínum. Markús Sigurbjörnsson hefur setið sem dómari í Hæstarétti í rúm 20 ár. Hann óumdeilt einn áhrifamesti dómarinn við réttin. Markús var skipaður árið 1994 en hefur frá árinu 2002 verið ýmist varaforseti eða forseti réttarins meirihluta þess tíma. Á þessu sama tímabili hefur Markús verið umsvifamikill fjárfestir og átt tuga milljóna viðskipti með hlutabréf og í hlutabréfasjóðum. Samkvæmt gögnum Kastljós sem ná aftur til ársins 2003 var Markús strax það ár skráður í hluthafahóp Glitnis. Verðmæti bréfa hans það ár rúmar 10 milljónir króna. Á næstu 4 árum fjórfaldaðist þó virði bréfa Markúsar í Glitni banka í rúmlega 44 milljónir króna. Markús var á þessum tíma 335. stærsti hluthafi bankans sem þá var með 11.000 hluthafa. Í byrjun árs 2007 var hins vegar breyting á eignarhlut Markúsar. Hann seldi þá bréf sín í 2 viðskiptum 8. janúar og 25. febrúar, fyrst fyrir tæpar 17 milljónir og svo tæpar 28 milljónir króna. Hreinn hagnaður Markúsar því rúmlega 30 milljónir króna á þessum 4 árum. Þá eru ótaldar arðgreiðslur hans á sama tímabili sem numið hafa nokkrum milljónum. Ef miðað við upplýsingar frá nefndum dómarastörf verður ekki séð að þessi hlutabréfaeign Markúsar hafi verið skráð þar. Eftir að hafa selt bréf sín með miklum hagnaði hófst viðskiptasamband Markúsar við einkabankaþjónustu Glitnis, en í gegnum hana fór Markús að fjárfesta fyrir 60 milljónir króna, 40 milljónirnar sem hann fékk fyrir hlutabréf sín í bankanum og 17 milljónir sem hann bætti við eign sína hjá bankanum. Fjárfestingar Markúsar í gegnum einkabankaþjónustuna voru flestar í sjóði 9. Eign hans í þeim sjóði var þá 52 milljónir króna. 5 milljónir króna voru í sjóði 10, auk 5 milljón króna á vörslureikningi. Fram eftir árinu 2007 og fram á mitt ár 2008 hefur Markús talsverðan hagnað af fjárfestingum sínum í hlutabréfasjóðum Glitnis. Þrátt fyrir að taka út hátt í 20 milljónir í nokkur skipti á sama tímabili var eignastaða hans enn í kringum 60 milljónir króna mitt ár 2008. Verðbréfaeign Markúsar sé leiddi til fjárhagslegrar stöðu hans og kjara hæstaréttardómara umfangsmikil og skiptir hann augljóslega miklu máli. Þetta má sjá af tölvupóstsamskiptum Markúsar við einkabankaþjónustu Glitnis frá því í byrjun árs 2007 og fram til loka október 2008. Öll þau samskipti fara fram í gegnum tölvupóstfang Markúsar hjá Hæstarétti. Til dæmis í ágúst 2008 þegar Markús óskar eftir því að innleysa fjármuni úr sjóðum sínum vegna lausafjárskorts tilkomnum vegna rúmlega 4 milljón króna fjármagnstekjuskatts sem Markús þurfti að greiða vegna hlutabréfasölu á árinu 2007. Stuttu fyrir þjóðnýtingu Glitnisbanka þann 29. september og fall bankana stuttu síðar hóf Markús þó að losa eignir sínar í sjóðum Glitnis. Hefur ekkert verið gerður greinarmunur á því hvort að menn eigi hlutabréf beint í fyrirtæki eða hvort eigi hlutabréf í svona hlutabréfasjóðum sem aftur eiga svo í fyrirtækjum? Nei, það ekki gerður greinarmunur á því. Aðalmálið að það sé umtalsverðir hagsmunir og að það beri tilkynna þá. Fram að hruni innleysti Markús 15 milljónir króna en sat eftir með 44 milljónir króna í sjóðum Glitnis. Má því ætla að tap Markúsar hafi við fall bankans verið 7 til 10 milljónir króna út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir útgreiðslu hlutfall sjóðana. Í þau 5 ár sem Markús var ýmist stór hluthafi í Glitni og síðar viðskiptavinur einkaþjónustu bankans með á 7. tug milljóna króna fjárfestingu í verðbréfasjóðum bankans var hann allan tíman dómari við Hæstarétt. Fyrst varaforseti réttarins og svo forseti 2 ára skeið 2004 og 2005. Það kom þó ekki í veg fyrir að Markús dæmdi í nokkrum fjölda mála sem Glitnir átti aðild að þar sem bankanum var ýmist stefnt eða hann stefndi öðrum. Í þessu samhengi rétt að minna á dóm Mannréttindadómstóls Evrópu gegn íslenska ríkinu. Þar var talið að vegna fyrri viðskipta eiginmannsdómarans og aðkomu hans að þeim væru réttmætar ástæður til að efast hlutleysi dómarans. Samkvæmt Mannréttindadómstólnum ekki nóg að réttlætinu sé fullnægt. Það verður líka að sjást að því hafi verið fullnægt. Einstaklingar verða að geta treyst í
að þeir hafi notið réttlátrar málsmeðferðar. Í sögu Hæstaréttar að finna dæmi að dómar hafi verið ómerktir af þeirri ástæðu að dómarar hafi þótt vanhæfir til að dæma þau. Fyrir einungis örfáum dögum gerðist það til dæmis að dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur ákvað að víkja sæti vegna hugsanlegs vanhæfis í markaðsmisnotkunarmáli Glitnis. Ástæðan fyrir því að dómarinn vék sæti var sú að fyrrverandi eiginmaður hennar hafði verið starfsmaður Glitnis og nafn hans kom fyrir í málskjölum í málinu, auk þess sem hann gæti þurft að bera vitni í því. Kastljós hefur engin dæmi fundið að Markús Sigurbjörnsson hafi lýst sig vanhæfan til að fjalla mál tengt Glitni. Þið hafið þá engar upplýsingar það að dómarar hafi á einhverjum tímapunkti átt hlutabréf að verðmæti yfir 10 milljónir, jafnvel 20 milljóna króna á eignir í hlutabréfum. Við höfum ekki neina slíka vitneskju, nei, ég hef ekki heyrt það. Það að eiga stóran hlut í til dæmis einhverja 20 milljóna til dæmis í banka fyrir hrun, hefði þið slíkt að þínu viti áhrif á hæfi manna til að dæma í málum sem tengdust slíku fyrirtæki? Það geti alveg gert það. Ef að dómari hefur beina hagsmuni gagnvart aðila máls, að þá ber honum að myndi segja sig frá máli. Markús Sigurbjörnsson, hefur hann gefið þetta upp? Ég hef ekki þessar upplýsingar. Spurningunni hvort Markús hefði ekki átt að íhuga hæfið sitt eða gera grein fyrir þessum tengslum sínum verður ef til vill best svarað með eftirfarandi tilvitnun í þessa fræðibókum einkamálaréttarfar. Þegar tillit tekið til þess og það haft í huga að reglur hæfi dómara eiga að stuðla að trausti aðilanna og almennings til hlutleysis dómstóla, getur það varla vakið undrun að spurningin vanhæfi snýr ekki að því einu hvort dómarinn sé hlutdrægur í hugarfarslegri afstöðu sinni, heldur miklu fremur að því hvort ytri atvik eða aðstæður sem eru öðrum sýnilegar gefi réttmætt tilefni til að efast óhlutdrægni hans. Þessi staða getur til dæmis verið uppi ef dómari hluthafi í félagi sem aðilega máli og úrlausn þess gæti haft áhrif á fjárhag félagsins. Öðru fremur verður svarið við þessu að ráðast af tilliti til þess að reglan á að stuðla að trausti málsaðila og almennings til hlutleysis dómstóla og í vafatilviki þá tvímælalaust æskilegra að dómari víki í sæti en að þessu trausti sé stefnt í hættu. Höfundur þessa texta sem helsta fræðiritt á sviði réttarfars hérlendis Markús Sigurbjörnsson. Sjálfur hefur Markús lýst sig vanhæfan til að sitja í hópi dómara vegna mála sem komið hafa fyrir Hæstarétt. Til dæmis í svokölluðu vaxtamáli sem Elvira Mendes Pinedo höfðaði gegn frjálsa fjárfestingabankanum. Það gerði Markús á grundvelli þess að eiginkona hans, Björg Thorarensen, starfaði við lagadeild Háskólans rétt eins og Elvira. Markús lýsti sig einnig vanhæfan til að dæma í máli sem snerti lögmæti neyðarlagana í Hæstarétti. Það gerði Markús á þeirri forsendu að Björg kona hans hafði átt þátt í að vinna álit á lögmæti lagana ásamt öðrum starfsmönnum háskólans. Svipaða sögur að segja af því þegar Markús lýsti sig vanhæfan til að sitja í dómi þegar framkvæmd kosninga til stjórnlagaráðs var kærð til Hæstaréttar. Það gerði hann á þeirri forsendu að bróðursonur hans hefði verið í kjöri í kosningum til stjórnlagaráðs. Þrátt fyrir þau tengsl sem hér eru til umfjöllunar hefur Markús ekki talið sig vanhæfan til þess að dæma í fjölda mála sem Glitnir var aðili að meðan hann var þar stór hluthafi og í málum sekt þeirra sem ollu því að hann tapaði fé á falli bankans og tengdum félögum í gegnum sjóði í rekstri bankans. Sjóði sem fjárfestu að langmestu leyti í hluthöfum Glitnis. Markús dæmdi til dæmis í máli sem höfðað var gegn starfsmönnum Glitnis, þeim Birki Kristinsinni, Elmari Svavarssyni og Jóhannesi Baldursyni fyrir umboðssvik og markaðsmisnotkun. Markús dæmdi einnig í máli Friðfinns Ragnars Sigurðssonar, starfsmanns Glitnis, sem dæmdur var í fangelsi fyrir innherjasvik. Í báðum tilfellum fengu sakborningar fangelsisrefsingar fyrir að brjóta lög og skaða þar með hagsmuni Glitnis og þar með hluthafa bankans. Háttsemi allra ákærðu varðaði gríðarlegar fjárhæðir og varð Glitnir fyrir stórfelldu tjóni af gerðum þeirra. Eiga ákærðu sér engar málsbætur en þáttur þeirra í brotunum var á hinn bóginn misjafn. Markús hefur þessu til viðbótar dæmt í fjölda stórra mála sem tengjast bankahruninu. Altani-málinu, markaðsmisnotkunarmáli Kaupþings og fleirum, auk þess sem Markús var forseti landsdóms í máli sem höfðað var gegn Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra. Í samtali við Kastljós í dag sagðist Markús ekki telja sig hafa verið vanhæfan í málum bankans eða starfsmanna hans þó hann hafi átt hluti í bankanum. Hann vísaði því alfarið á bug að hafa ekki greint nefnd dómarastörf frá hlutafjárreiksinni í Glitni. Hann hafi tilkynnt og óskað heimildar fyrir eignarhlut sínum árið 2002 að hann fékk hlutabréfin í arf.
Það sjáist á þessum bréfum sem hann kveðst hafa sent þáverandi formanni nefndarinnar Gunnlaugi Claessen. Hann hafi sömuleiðis tilkynnt þáverandi formanni það þegar hann seldi bréfin 2007. Markus sagðist aðspurður tuga milljóna eignarhlut sinn í hlutabréfasjóðum Glitnis ekki hafa talið sér skylt að tilkynna eða óska heimildar þá eign. Rétt að taka fram að svo virðist sem lítið skipulag sé á skráningum hjá nefndum dómarastörf því eftir að Kastljós fekk fyrsta svar frá nefndinni tilkynningar til hennar, tilkynnti formaður hennar að svo virtist sem upplýsingar vantaði í það svar og fundist hefðu frekari gögn í kassa á heimili fyrrverandi formanns nefndarinnar. Þau inniheldu 2 tilkynningar frá árinu 2004 sem hvorug þó frá Markusi Sigurbjörnssyni. Við fengum náttúrulega svar frá þér þarna fyrst það hvernig þetta væri, síðan kemur í ljós að það vantar eitthvað inn í þær upplýsingar. Hefur verið eitthvað los á því hvernig haldið utan þessar upplýsingar? Sko, nefnd eins og þessi hefur engan starfsmann og engan skrifstofu, þannig að það bara formaðurinn sem heldur utan gögn. Og ég veit ekki hvað ég segi það. Fleiri núverandi dómarar við Hæstarétt áttu í hlutabréfaviðskiptum sem kom ekki heim og saman við upplýsingar sem dómarar gáfu nefnd dómarastörf. Ólafur Börkur Þorvaldsson hefur gegnt embætti Hæstaréttardómara frá árinu 2003. Hann, líkt og Markus, átti hlutabréfi í Glitni. Ólafur Börkur var hluthafi í Glitni í 5 mánuði á árinu 2007. Hann var fyrst skráður í hluthafahóp í bankanum í júlí það ár en verðmæti bréfa hans voru þá rúmar 14 milljónir króna. Í desember 2007 seldi hann svo bréf sín í Glitni en verðmæti þeirra voru þá 11,4 milljónir króna. Ólafur Börkur fjárfesti síðar í þeim mánuði fyrir 12 milljónir í sjóði 9 hlutabréfasjóði Glitnis en leysti út það fé með 0,5 milljónar króna gróða 4 mánuðum síðar. Ólafur Börkur var hins vegar ekki bara hluthafi í Glitnibanka. Heldur sína gögn Kastljós upplýsingar hlutabréfaeignans í öðrum fyrirtækjum og bönkum. Ólafur Börkur átti bæði litla hluti í Straumi Burðarási, Landsbankanum og Eimskipafélagi Íslands. Hlutina seldi hann í desember árið 2007. Ekki liggur ljóst fyrir hvenær Ólafur Börkur eignaðist þau hlutabréf. Því hefur áður verið velt upp hvort dómarar í íslensku dómskerfi hafi með einhverjum hætti tengsl við hina föllnu banka eða viðskipti með hlutabréf á árunum fyrir hrun. Veðmiðillinn Eyjan sendi árið 2010 spurningar til allra þáverandi dómara við Hæstarétt þar sem óskað var upplýsinga hlutabréfaeign þeirra fyrir hrun og möguleg áhrif á hæfi þeirra til að dæma í hrunmálunum. Ólafur Börkur Þorvaldsson var einn 3 hæstaréttardómara sem svöruðu fyrirspurninni. Svar hans hljómaði svona í endursögn Eyjunar. Ómögulegt sé að vita hverjir verði í málaferlum vegna bankarhrunsins og því erfitt að meta nokkuð hæfi. Hann segist þó auðvitað víkja sæti ef lög leyfa. Ólafur segir fjármálaumsvif fjölskyldu sinnar nánast engin. Honum hafi tæmst lítill arfur á síðustu árum og þar hafi verið hlutabréf sem hann hafi selt í kjölfarið. Var það fjármagn einkum notað til viðhalds á heimili Ólafs og fjölskyldu. Þá hafi 2 barna hans átt litla eignarhluti í Kaupþingi upp á nokkur þúsund krónur sem hafi tapast. Ekki að sjá í upplýsingum frá formanni nefndar aukastörf dómara að Ólafur Börkur hafi tilkynnt hlutabréfaeign sína, jafnvel þó ljóst sé að verðmæti hluta hans í Glitni hafi verið það hátt að heimild hafi þurft fyrir eignarhlutnum. Nei, ég hef ekki þær upplýsingar. En hvernig finnst þér að heyra þetta? Já, eins og ég segi, það hvílir laga skylda á dómurum að tilkynna eignir og aukastörf og við í þessari nefnd treystum því að það sé gert réttilega. Hafið þið einhver ráð til að bregðast við því? Já, við myndum senda fyrirspurn til viðkomandi ef við fáum slíkar upplýsingar og fá svör við því. En eins og ég sagði áðan, við höfum engar refsi heimildir varðandi hluta þess tæði. Þetta er fyrst og fremst tilgangurinn fyrst og fremst að skapa traust og trúverðugleika. En við getum bannað dómara að eiga hlut í atvinnufyrirtæki. En þá þurfum við líka fyrst og fremst að láta ykkur vita af því til að byrja með. Að sjálfsögðu. Ætti þetta ekki að vera opinbert? Ja, mínum að væri það ekki óeðlilegt síður en svo en varðandi þetta verður fara eftir lögum og það verður þá breyta lögum til þess að það sé slík
opinber skráning og það hefur nú með þessum nýju lögum verið gert varðandi aukastörfin og spurning hvort það væri ekki eðlilegt að í slíkri skrá kæmi einnig frameignir en það er löggjafans að ákveða það. Hvað finnst þér sjálfur að heyra þetta? Já, mér finnst almennt mjög slæmt ef að dómarar tilkynna ekki til nefndarinnar eignarhluti eða við leita heimildar eins og þeim ber að gera. Ég kann ekki skýringar á þessum tilvikum en það er alveg ljóst að það er lagaskylda til staðar og að því ég best veit þá virða menn það almennt. Það kunna vera einhverjar skýringar hér sem get ekki svarað fyrir. Ólafur Börkur Þorvaldsson sagði í samtali við Kastljós að hann teldi sig hafa tilkynnt hlutabréfaeign sína. Hann hafi þó ekki fundið gögn það í fljótu bragði í dag. Bréfin hafi einnig verið stuttan tíma í hans eigu. Nánar þessi mál í fréttum klukkan 10 og á morgun. Verið sæl.